Góðan daginn og velkomin í þátt númer 76 hér á YouTube-brásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Nú í dag er mánudagurinn 28. október og ég er löngu vöknuð en ég er ógeðslega kvefuð. Þannig að þið verður bara að afsaka það að hér verður rámkona á ferði í dag með stífla nef og bólginn háls, bara svona eins og helmingur landsmanna og svo er núna þegar það er byrjað að kólna og bara eiginlega komið vetur. En ég ákvað nú engu að síður að skella í þátt þó ég væri mikið búin að spá í að fresta honum af því að mér fannst ég vera lítið búin að geta prjónað, einfaldlega því ég er búin að vera á haus í bæði persónulega lífinu og að gera töskur. En svo ekki að nei, ég er ekkert að fara að riðla þessu. Ég er búin að fá svo mikið ég er búin að vera að eyða svolítið mikið af peningum í garn og dót og langar að sýna ykkur það svo ég geti komið fyrir hérna í horninu, í litla fína herberginu mínu, dótaherberginu mínu. Þannig að það er ekkert betra að vera að safna í eitthvað 2 tíma þátt sem þetta myndi enda í ef það væri svo hefðbundnar prjónavikur framundan sem ég veit ekki ennþá hvort það verða. En bara skál í kaffi í þessum ótrúlega fallega bolla sem að mér var gefin á dögunum og ég bara er að kafna eins og monti með hann. En eins og ég hef bæði sagt hér á Instagram að þá er ég með svona bollablæti á háu stigi og ég er með opnar hillurinn í eldhúsi þar sem ég er með alls konar bolla, helst svona svolítið spes og þess er alveg einstakur, hann er gerður af einhverjum strák sem býr upp á Sólheimum og hans sér einkenni eru þessar doppur sem maður gerir með litlum pensli og mér er sagt að það sé alveg auðvelt að þekkja hans handverk hérna upp frá út af þessum doppum og ég elska að fara á Sólheima og ég ætla svo sannarlega að hafa augun opin fyrir meiru eftir þennan flotta strák. En það var sem sagt kona hennar sem kom á dögunum að versla töskur. Það eru allir velkomnir að koma hingað og skoða þær ef ég er heima við og svo þegar hún var búin að ganga frá kaupunum og þá færði hún mér þessa gersemi sem að gladdi mig alveg ótrúlega mikið. Mörgum finnst þetta ekki merkilegt en þegar með bollablæti þá er þetta mjög merkilegt og bara falleg hugsun á bakvið gjöfina. Skál í kaffi og takk, þú veist hver þú ert. Þannig að þessi bolli er í dag sannarlega búin að vera að bjarga mér. Þetta er 3. bollinn. Þegar ég vaknaði þá gat ég varla dregið andann eðlilega. Ég var svo stútfull og svo hringdi maðurinn minn fljótlega á eftir og ég held að hann hafi efast allan tíman við hvernig hann var að tala. Haldið að þetta væri ykkur kall. Ég þarf aðeins að pása ykkur. Ég gæti þurft að pása ykkur annars lagið því ég ætla að reyna að hlífa ykkur við hóstaköstunum sem fylgja þessu. Og ég ætlaði að fara að mála með þessu og sem nei, það rennur svo úr augunum á mér að ég verði orðin eins og pandabjörn í lok þáttarins ef ég fyrir að gera það. En í dag ætla ég við klár, verkivinnslu og hvað er á döfinni eða svona hvað ég er búin að prenta út og hvað er í poka, töskurnar nýju og blaður og klárið var ekki eins og byrjað þegar ég tók upp síðasta þátt. Þetta var svona bara svona óvænt uppfytt og affylling og mjög fljótgert og skemmtilegt en það er svona grasker sem ég gerði bara úr afgangsgatni gatni sem ég vissi ekki hvað ég átti að gera við. Ég var með það 2-fold og prjónaði nokkuð þétt svo að það sjáist ekki mikið í fyllinguna sem er hvít og við vorum að skipta út sængunum okkar og ég þvoði bara aðra þeirra í þvottavélina og þurrkaði og er að nota fyllinguna úr henni í svona gæja og ég ætla að gera fleiri svona í alls konar stærðum og bara
þess að nýta bara afgangagatn og þetta er sem sagt uppskrift sem ég veit að er núna á 50% afslætti, ég veit ekki, til mánaðamóta hjá henni Lily í Nordic Stitches og þetta heitir Pumpkin Party og hún var nú ódýr fyrir og með 50% afslætti er hún bara næstum gefins og minnst þessi stóri alveg sturlaður sko. Og hún er bara með þess að þessi hérna hann er svona fölbleikur þannig að hún er ekkert að binda sig við einhverja liti úr akkurat þessari fjölskyldu og svo heklaði ég bara stilkana en hún er líka með upplýsingar hvernig er hægt að prjóna þá og þessi stóri er eins og minn alveg garðaprjón, svo er þessi með einn hleyfin úr sléttprjón og næsta ár garðaprjón og svo leis og svo er einn alveg með sléttprjón þannig að það er nokkra svona útgáfur og svona já, upplýsingar hvernig er hægt að hafa gera áferðina öðruvísi með réttum þannig að þú þarft ekki að hugsa neitt rosa mikið, hún gefur upp bara tölurnar og svo eru góða myndir sem hún sýnir hvernig hún gerir svo sneiðarnar og eins og ég segi þetta var svona óvænt uppfitt, mjög fljótgert og ég á örugglega eftir að skelli fleiri svona, þetta er bara, ég með þetta svo bara upp á hillu sem svona punt, þetta getur náttúrulega verið bara hvar sem er en mér vantaði eitthvað svona instant gratification eins og ég segja að vantaði eitthvað svona verkefni sem að ég gat bara vippað upp á engri stundu og ensku slettan þú veist, ég talaði það síðast að ég ætlaði að fara að taka upp þætti á ensku líka og ég hafði svo sannlega ætlað mér að gera það í dag en ég ætla að hlífa heilsunum minni og röddin minni við því og geyma það bara og líka þegar ég kannski ekki bara fara að sýna hvað ég keypti heldur þegar ég verð svona með eitthvað að sýna hvað ég er búin að vera að gera. Nú, en sem sagt klárið er bara þetta grasker og svo hugsanlega pröfuprjón sem ég er að gera fyrir Stephen West og get ekki sýnt ykkur. Ég er búin að vera með það síðustu 4 vikur eða eitthvað að snuddast í því og sagði örugglega frá því í síðustu viku en svo er ég að bíða eftir frekari fyrirmælum en miðað við það sem var upprunalega lagt af stað með þá er það búið en kannski er það bara hálnað ég veit ekki, það kemur bara í ljós þegar maður er búin að skoða það en ég get ekki sýnt ykkur það. Nú verkin í vinnslu eru 3 eins og ég segi, ég er búin að vera bara upptekin með tengdapabbi minn hann er búin að vera út í Frakklandi síðan í apríl held ég og ætlaði ekki að vera svona lengi þar en tafðist vegna veikinda fekk sér hjartaáfall nr. 2 á árinu og eitt og annað þannig að hann er búin að vera þar hjá dóttur sinni sem betur fer í góðu yfirlæti þar sem hún hefur getað sinnt honum í þessu nú og er komin heim og er komin hérna upp á Akranes og við höfum verið svona vorum að tæma íbúðina sem hann bjó í Reykjavík og það er búið að fara mikill tími í að skila henni af okkur og svoleiðis og síðan náttúrulega er ég búin að vera á haus í töskuframleiðslu en ég er búin að vera svona, það eru 3 verkefni sem ég geta gripið í eða 4 með sokkaprjónun út í bíl en þetta er Saga Eskimo úr peysubókinni sem ég er að gera Drops Alaska og ég er búin með báðar ermarnar virka alveg agalega langar en það er svo þröngar að þær er ekkert svona langar þegar á reynir og ég byrja á búknum og bara það er bara slétt prjón hérna og þangað til að mér finnst þau að koma nóg eða þangað til gatni er búið eða þú veist hvað sem kemur á undan eins og ég segja með ábyrgðina á bílunum það er annarkvort árin eða kílómetrarnir þetta er svona, það er annarkvort gatni eða nennið hjá mér og já þannig að þetta er bara ég sagði ykkur frá síðast að ég þurfti að fara í smá aðgerð á erminni, ég uppgötaði að hún var alltaf stutt þannig að ég
tók hana í sundur hérna ofan, bætti við 10 cm eða eitthvað og likjaði svo saman. Ég nennti ekki að fara að rekja allt þetta upp til þess að fiffa það og það gekk bara vel. Og svo bara gerði ég hinna ermina eins og ég sagði í síðustu viku að hún hlyti að vera tilbúin fyrir, í þar síðustu viku, hún hlyti að vera tilbúin fyrir þennan þátt en þá stóð ekki til að ég væri að fara að þrífa heila íbúð eða sauma sleppa töskum, annars hefði það sjálfsagt gerst. En við sjáum bara hvað verður. Það borgar sig ekkert að vera að segja eitthvað svona, það klúðrast yfirleitt. En síðan það northeasterly, það stækkar smám saman og bætast við 2 rendur síðan síðast. Þessi hérna og þessi hérna. Og þetta eins og bara, ég veit ekki hvernig best að sýna þetta svona. Þetta eru bara afgangar af þessu sokkaband skróleika eða fingering. Og og þetta ég bara með henni í stofu. Og já, hefur sem gang þar yfir þáttunum. Og ég náttúrulega í Love Note peysunum minni. Tjarnadísir voru bara agransi hjá mér í gær og maður náttúrulega puntaði sig til dagsins og þessi bara algjört æði og þeir voru nokkrar hérna líka í henni og nokkrar að kaupa í Love Note og maður var að fá alls konar hugmyndir. Ég alveg staðráðin í að gera 2 viðbót með svona pínu tvisti á þeim og bara þegar að losna upp einhverju prjónar í það. Afsakið glampan og glerunum, ég bara þannig stemd í augunum í dag, ég verð að vera með þau og það glampar á þau. Þetta bara svona að maður ekki með professional upptöku aðstæður. Já, það var Helga mætt, byrja að vaða úr einu í annað. Síðan það Starflake, ég að klára þriðja hlutan, Clue 3 nýbyrja á síðasta sectioninu eða síðasta hlutanum í hlutanúmer 3. Þannig að það fyrir að styttast í annan endan. Og ef þeir vilja ekki sjá það, þetta náttúrulega koma út allt á samfélagsmiðlum, að þá bara, verður bara að hlusta á mig og ég, það óskup erfitt að sýna þetta. Það orðið þröngt á 80 cm prjónunum og ég var að telja þetta, ég taldi þetta í gær svona til þess að vera viss og það vantar 2 lykkjur öðru megin og ég bara fiffa það núna næst ég byrja. Á þeim enda, ég fór að skoða myndir og ég sá að það kemur ekkert að sök, þannig að ég laga það bara, smegi þeim inn þar sem það hentar. En ég er bara búið með eitt svona, ég held að eftir að koma 2 svona gatarendur í viðbót áður maður fer í loka hlutan. En þetta eins og ég var áður sagt, litir frá Systrabönd. Þessi yrjótti vor í Vaglaskógi og hinn ljósi gammeldags og bara ótrúlega svona dreipi efni sem verður úr þessu. Það sé alveg verður svolítið þungt, þannig að það eftir að vaksa örugglega helling og liggja vel. Þetta verður geðveikt í sjælasafnið. Þetta ekki að fara neitt, skal ég segja ykkur. Ég að fíla sniðið og loka útkomuna á þessu alveg drillt, Ég búin að kíkja og sjá hvernig það lítur út á endanum og ég bara elska það. Þannig nú ég bara æst í að klára það. Ég búin að vera lítið heima helgina en þessar stuttu stundir sem ég var þá prjónaði ég eins og enginn var í morgundagur. Afsakið á í sjalinu. Ég var í barna- og hundapössun líka. Þannig að það var gott að lúlla í mínu bóli í nótt, skal ég segja ykkur. Nú þá ég bara búin með klára verk í vinnslu og við erum bara búin að vera í 15 mínútur og já, þetta bara lítið á minn mælikvarða fyrir mig, Þannig að en
bara svoleiðis þetta stundum þegar maður þarf að hugsa aðra en sjálfan sig og svoleiðis. Já, ég ætla að sýna ykkur, ég búin að vera svona að viða að mér uppskriftum. Maðurinn minn gafst upp á að hafa prentaran inni hjá sér og kom með hann inn til mín. Þórkosti alltaf að nota hann. Og ég bjóti pláss fyrir hann og bara voða þægilegt. En ég fjall fyrir jólahúinu eftir Ólöfu Ingu Stefánsdóttir og það stendur jólahúan 2019 samvinnuverkefni Knit by Stein Unn og Kindknitting en okkur langaði að gera eitthvað öðruvísi, smá retro en hrikalega krútað og svona útkoman. Og þetta sem sagt svona, já, hrikalega krútað. Munsturprjón. Ég ekkert frá því að það eftir að barnabönni mína eftir að fá svona á hausinn á sér, von bráðar. Þetta eitthvað voða sætt. Ég ekkert búin að skoða, það notað lerki frá Daligan. Það gefið upp prjóna 3,5 mm og í stroffið og 4 í munstrið. 22 lykkjur á sléttuprjóni, þannig ég á örugglega eitthvað í stasinu sem gengur upp þetta, skal ég segja ykkur. Síðan var ég að horfa á hana Ellie Skeindir, nýjasta þáttur hennar og þar var hún í nýjustu peysunni sem hún var að gefa út sem heitir Haust. Jakkapeysa og sjá hvort það sé, eins og ég prentaði vilt aldrei út forsíðuna því það bara mynd af flíkinni sem að gleypir litin í prentaranum og ég ekki með mynd en hann heitir Haust Cardigan, sjáu þetta. Og það bara hægt að slá því upp í Ravelry og eftir Skeindir, Knits og eða vilja sjá almennilega mynd. En þetta var svona, hneppt peysa úr Navia Duo, eða hún gerði nú Navia Duo. Var nú að tala um að það væri nú eitthvað erfitt að verða sér út Navia Duo en í rúmfói nóg til. Og þar var 25% afsláttur helgina og það var eitthvað sending á leiðinni upp á Akranes. Ég veit ekki, það var eitthvað klikkakona sem að fekk sér í eina. Það er svo mikið pláss eftir að ég losnaði við 20 peysur. En mér fannst nú bara eitthvað svona klassískt og kósí lúk á henni. Ég vildi ekki brjálæðast læst yfir því sem hún einhvern veginn að gera nema vettlingunum. Það var aldrei svona fallið fyrir flík hjá henni fyrir núna. En hún gerir alveg rosalega flottar flíkur og svona en ég bara hef ekki verið þar sem hún er. En þetta var eitthvað, hún nefnilega svolítið sniðug, hún alltaf með svona smá, eða 20% afslátt í nokkra daga eftir að hún gefur út uppskrift til þess að svona eða vekja athygli á peysunni sinni, efninu sem hún að gefa út uppskriftunum á Ravelry og þegar þetta komið svona á fremstu síðunar þá blasir þetta svo við og gerir söluna fyrir hana svo einfalda þó að afsláttur sé kannski dottin út þá en ég greip tækifærið og náði mér í þetta meðan það var afslætti og það var spennt að fara að gera þetta. Afsakið þegar ég búið með hinnar peysunar. Síðan sá ég Gleym mér ei, ungbarnasett frá Meme Knitting, höfundur Selma Markúsdóttir og það er nú mynd af því. Mér fannst munstri á peysunni eitthvað svo agalega sætt. Og buxurnar líka. Það er pásugur aftur. Hóstakastliði hjá. Og já, ég bara ein frænka mín á vona sér og þú veist, þetta bara að prjóna á svona kríli, það eitthvað svo það fljótgert og bara svona það einhvern veginn
þegar maður er með stóra hluti á prjónunum og einhvern veginn ekkert að klárast, þá svo gott að geta hent í svona eins og graskeri til þess að fá eitt og eitt klára annars lagið inn á milli. Þannig að það er bara gott að eiga babyföt til gjafa. Nú, en þetta svo sem ekkert eitthvað sem ég er fara, þetta er bara sem ég langaði til þess að eiga tilbúið. En ég nýtti mér útsölu hjá, eða afsláttar, ég man ekki á hvað tilefni það var hjá Jennifer Stangars, ég fekk mér nokkrar uppskriftir þar, peysu, bara, hún er bara svo flottur svona munstur. Mér finnst hún alltaf með svo flotta bekki ofan á. Bara hverfið er í heilanum á mér, þið skiljið mig, ég bara treyst því að þið skiljið mig í dag. Já, ég er búin að vera svona í smá svona uppskriftir sem hafa verið lengi í körfunni hjá mér. Ég safna bara í innkaupakörfuna á Ravelry og svo kíkja á annað slagið, og ef það er eitthvað ennþá sem ég staðar á nýja að fá mér, og þá fær það að vera áfram eða ég kaupi það, eða það er bara að styttast í að ég fara að fitja upp á. Og þarna voru einhverjar flíkur sem ég var búin að vera lengi með í körfunni og lét slag standa. En nú er komið að því, bara verið undirbúin fyrir innkaupa áður helgu. Þetta gerist á til að gera stundum. Ég var bara hitt svo á að þetta gerist alltaf á sama tíma. Það kannski, ég veit ekki, þegar maður er svona brjála að gera og maður getur ekki verið að prjóna eins mikið. Ég hef nú oft sagt að ég prjóna meira þegar ég er undir álagi, en meira kannski svona andlegu álagi heldur en hitt. Ég náttúrulega get ekkert verið að prjóna þegar ég er með hendurnar í gúmmíhönskunum að þrífa eða á fullu að sauma. En þá er rosa auðvelt að fara inn á einhverja síður á internetinu og íta á kaupa. Og það er smá skrjá ég var ekki búin að opna pokann. Og Amy, ég ætla að opna þetta. Amy í Stranded Dye Works ég panta nokkru sinnum hjá henni. Hún er svona eiginlega einn af mínum uppáhaldsliturum og bara svona karakterum. Ég hef alveg ótrúlega gaman af henni. Og ég hlakka alltaf til að sjá podcastin hennar og svoleiðis. Mér finnst hún er svo flippuð og skemmtileg eitthvað. Og prjónar ótrúlega vel, og hún er einhverju prjónalægð núna, en bara allt sem hún einhvern veginn gerir hún vel, og mér finnst bara gaman að fylgjast með henni. Og hún hefur verið með svona jólaliti ársins, og ég bý bara spennt eftir að fleiri, ég veit að Hex Dye Works er með jólalit, og ég ætla að fá mér hann. Og ég er búin að skora á Kristínu í Vatnsnes að gera jólalit, og bara go Kristín, get ekki beðið. Og og ef þið vitið einhverju fleiri íslenska handlitara sem eru með jólalit ársins, þá ég nefnilega að byrja að safna mér í jólasokka. Ég ætla að gera eins og Amy, hún ég veit ekki hvort ég nenni, eða kannski enda ég einhvern tímann í 25 pörum fyrir jólin, eða 24. En ég er alltaf að byrja að safna gagninu í þetta, og það er byrjunin. Og hún sem sagt var með þetta litur 2019. Og þetta er úr Blueface Leicester og nylon, geggjað í sokka, og liturinn heitir Gingerbread Haus. Haus eins og á þýsku, minnir mig, hún hafi sagt. Og þetta er bara, þú veit, engiferkökuliturinn, og svo bara svona jólalitirnir, gulur og rauður og grænn, og grunnurinn er svona off-white á þessu. Og
ég hugsa að þetta verður fyrstu jólasokkarnir sem ég fitja upp á í þessu dæmi. Og síðan, þegar hún var með þetta update, þá náði ég líka að verða mér út Naughty List sem var liturinn 2018. Og þetta sem sagt fyrir óþekku börnin, Naughty List. Og hann þú veist, það ekkert, það svona að gefa til kynna að þetta sé jólalegt, en það ekkert eitthvað sem öskrar jólalegt í honum. En það nefnilega máli, það þarf ekkert að vera þannig. Það þarf ekkert að öskra jól, bara nafnið, já, en samt eitthvað svona, það gefur til kynna, en þarf ekkert endilega að öskra. Þannig að ég leiði mér að fá með þetta frá Amy og bara ótrúlega ánægð með það. Síðan hún Edda í Garðbúð Eddu í Hafnarfirði byrjuð með West Yorkshire Spinners, byrjuð að selja það sem geggjað garn. Og þeir eru með svona jólagörn, jólagarn, og þetta liturinn í ár. Og hann svona minnir líka á húsið, Engifer kökuhúsið, eða Pippa kökuhúsið eins og við kallaðum hér. Það þessi brúnu litir og þetta svona pínu hauslegt. Þetta öskrar heldur ekki jól. Og þetta 75% ull og 25% nælon. 400 metrar í 100 grömmunum, á meðan að Amy með 365 metra í 100 metrunum. Og þeir eru bæði, þú veist, ég sagði að hinn liturinn væri Blueface Leicester og nælon og það á það sama við hér. Þannig að hennar garn svona pínu feitara. Og með West Yorkshire Spinners garninu þá fylgir með jólakort og svona típist brest, season greetings og uppskrift af sérst, ef maður vill fara alveg eftir sögunni. Já, og þetta inniheldur 35% Blueface Leicester, sérst 35% af 75%-unum og Blueface Leicester. Þannig að þetta kom með mér heim á Garðbúð Eddu, fór á helgina sem vorum síðustu helgi, fyrir viku vorum við að tæma og þrífa íbúðina hjá tengdapabba og ég skaust inn í Hafnarfjörð og Linda var að leysa af Hipp Hipp Barbanits og ég fekk að knúsa hana og ná mér í þetta. Og ég náði mér líka í, Edda var að sýnda á Instagram og ég bara, þetta er svo sætt, ég fæ mér svona ef þetta verður til. Þetta eru svona bætur, en ég ætla bara að setja á einhverjar handhafnitöskur. Þetta er svo sætt. Nikill með prjónum í og svo lamadýr. Og síðan, þú veist, þó að ég búið til prjónamerki og eigi milljón prjónamerki, þá maður einhvern veginn aldrei nóg af prjónamerkjum. Svo ég fekk mér líka svona hexagon eða 6 hind prjónamerki til þess að setja upp á prjónin. Og það kemur í svona málmdollu sem ótrúlega þægilegt að hafa í prjónatöskunni með svona alls konar prjónamerkjum í, svo þau sé ekki út allt. Þetta var sérst hjá henni Eddu. Síðan best að klára jóladæmið. Síðan langaði mig, ég vissi að West Yorkshire Spinners hafa, sérst, eins og ég sagði áður, gefið út fleiri ár af jólalitum og ég held að þetta er sérst 2018 og 2017, en ég veit ekki hvort hvað. Þessi er alveg augljóslega jólalitur og þessi er það svona líka. Mér finnst að vera það mikið rautt í honum að hann alveg skilgreinir vel hvað þeir eru.
Og þetta bara sama innihald og í 2019 litnum. Ótrúlega fallegt. Og það svo gaman að prjóna á svona munstrum, maður alltaf getur ekki, gera meira, gera næsta, sjá hvað kemur næst. Og sjá, ég hef grun að því þá koma uppskrift með þessum, þá hef ég grun að hann sé 2018. Það hefur ekki verið haldið eftir eða gert með þessum lit. En ég fékk mér þetta á woolwarehouse.co.uk af því að ég ákvað að fá mér meira tuskugatt sem ég sýni ykkur rétt bráð og gatn í prjónavélina mína og það er gatt sem að það er bara svona akrílgatt fingert sem að henta rosalega vel í vélina mína en er ekki til hérna á Íslandi, þannig að ég notaði bara fyrst ég var að borga sendingu undir það þá og var ekkert með eitthvað aðgengi að þessum hérna og þá ákvað ég bara að nýta póstbirgðagjaldið og ég ákvað að kíkja aðeins betur inn á síðuna áður en ég lokaði eftir fleiri jólaleitum og þá fann ég frá Regia Candy Color og þetta er svona röndóttir jólasokkar. Þannig að nú er ég komið með í 6 pör. Er maður eitthvað bilaður? Ha? Hvað stoppa mann enginn? Það vill enginn stoppa mig. Finnst öllum þetta gaman. Sjá. Tada! Þannig að já, ég lagt bara til að fara jólast. Ég nefnilega alveg ótrúlega lítið jólamanneskja. Ég var alveg til að hafa jólin á 4 ára fresti. Þetta var bara voða fínt. Já, ég ætla ekki að fara nánar út í það. Bara pínu grins að þessu leiti. Æðislegt að fá frí og allt það en þetta tilstand stundum alveg bara. Jæja. En ég talaði það daginn að ég, Helga vinkonu mín fyrir austan gaf mér sugar and cream garn til þess að prófa að gera tuskur úr og ég varð svo heilluð að það var aðal erindi mitt ásamt því að kaupa vélprjónagarn inn á Wool Warehouse og að ná mér í fleiri liti af sugar and cream, svona marglita. En þeir eru líka til alls konar einlitaðar en mér finnst bara sniðugt að hafa þetta marglita að því að við vitum alveg að tuskur verða fljótt shabby og þá er alveg skott að hafa bara einhverja liti sem að hylja það betur. Þannig ég fekk mér þessa 5 liti. Nú er ég... Já, þessi heitir Buttercream Ombre. Þessi heitir Playtime. Guacamole er þessi. Red, white and blue. Þetta voru svona amethyst. Red, white, eða bara íslenski fáni. Íslensku þetta bara. Og Sunrise Ombre. Þannig ég kom með nokkra tuskur í viðbót. Ég minna einu. En nokkuð, sko, ef ykkur finnst þetta leiðilegt, þá bara please, slökkvið á mér eða hvað. En ég bara veit að það eru margir sem eru eins og ég og uppgöta nýja hluti, nýtt gatn og svona þegar ég er að horfa á podcast. Og þetta er nú mjög sjaldan svona yfirdrifið hjá mér. En síðan, og í Gallerí Snotru, hún var að byrja með Onion. Og byrjaði með 3 típur af gatni, sokkagatnið og svo númer 4, það er sérst ull og netla og svo með albakkamerin og netlum. Og sokkagatnið er með 70% ull og 30% netlu og ég ætla að gera eitthvað svona blúndusokka úr þessu og að Helgu lekti, með svona sparisokka úr þessu.
fljótlega. Og síðan bað hún Lína mig að gera fyrir sig sýnishorn úr alpakka, merino og netlugarninu. Það er sérst 30% superfæn alpakka, 50% fæn merino ull og 20% netlutrefjar. Og það er svo fallegt og litirnir í Onion eru bara to die for. Þeir eru bræðislir og ég ætla að gera þessa fallegu peysu. Þetta er alveg að fara að gerast. Þannig já, bara stay tuned. Síðan vorum við sérst með Tjarnardísar hitting upp á Akranes í gær. Það er sérst prjónahópur sem ég er í Reykjavík sem við hittumst 2 í mánuði í gamla kaffihúsinu í Breiðholti. Og það er bara að gera að mæta þangað, skrá sig í hópinn Tjarnardísar á Facebook og koma og hitta okkur. Við mætum hérna kl. 12 leið og opnar á sunnudögum, annarkvöld sunnudag. Og sem sagt í gær var ekki sá sunnudagur, þannig að við erum að fara að hittast núna 3 sunnudagir í röð, sem er bara gaman. En það komu 24 Tjarnardísir til mín og Línu upp í Gallerísnóttur í gær. Við byrjum á því að fá okkur súpu í Skagakaffi, þar sem hafa tekið rosalega vel á móti okkur og ótrúlega góðar og flottar veitingar. Síðan var tölti yfir í búð og þar sátum við fram eftir degi í gær og ég fékk mér dagatal, en mér var fært þetta að gjöf. Aðventur dagatal frá Pony og þetta er svona hjálpatæki prjónalífsins. Og þannig að ég kom með 1 dagatal til þess að opna á aðventunni. Ég er enn að vinna garnið úr dagatölunum sem ég fekk mér í fyrra, þannig að ég var ekkert að fá mér svoleiðis í ár og þess vegna er ég með svona mikið öðru garni sem hefði annars farið í það. Nú og í Snotru fékk ég mér á dögunum lopa 39 sem er bara ótrúlega fallegt og velheppnað. Ég get ekki nota ístakslopan lengur en það er til svo mikið sem hægt er að nota í staðinn. Og ég er alveg búin að, sjá nokkra sem ég langar til þess að gera. Mér finnst sérvitringur, herrapeysan alveg ótrúlega falleg. Og svo fallegur kraginn á henni. Og mér finnst forsíð peysan æði. Mjög plain og einföld. Og það er alveg hægt að nota einmitt Onion í það og mohair ef maður vill smá fluff með því. Já, hún heitir Saga, hún fléttu forsíðu peysan. Já, það er bara margt sem að ég mæli með að þið skoðið blaðið. Þó það verður ekki nema það. Nú, svo bara bókablætið alltaf að fara með mig og ég fekk mér enn eina kompeloppu. Það eru svo fallegar í hillu. En þarna er oh my god, hér mér þess að kökuuppskriftir, eða alls konar svona uppskriftir sem að mér finnst alveg bráðsnjallt af því að þetta eru skandinavískar uppskriftir og maðurinn minn bjó þar nú í 4 ár og er oft að tala um eitthvað sem að var vinsælt þar en ekki endilega hér. En eitthvað að því er með þessi bókinni, þannig að hver veit nema maður skelli í eitthvað. Og er svona yfirlitsmynd af stórum hluta af því sem er í bókinni. Ofsalega fallegar þessar hreindýrapeysur og það er svona litlar fígúrur sem stelpurnar eru að halda á sem eru uppskriftir af. Það eru rosalega fallegar húfur og svona auka hlutir með já, og bara föt eða flíkur frá 0 og bara upp í mamma og pappa eða ömmu og afa eða hvað. Ef þetta er ekki sætast í bænum, þá veit ég ekki hvað. Þessi peysa og slaufa, þetta alveg geggjað. Svona skrágilegt.
Þannig að, og þessi kjóll. Ótrúlega fallegt eins og það er að vanda til að gera. Nú síðan ætlaði einn systir mín að hún hélt hún væri að fara að byrja að prjóna alveg rosalega en sem sagt hún er bútakonan og fer ekki í axlirnar af því en hún fær í axlirnar af því að prjóna og því er auðvitað farið hjá mér. Þannig að hún færði mér, gaf mér þessu bók. En hún er samt alltaf að þráast við. Núna ætlaði hún að fara að gera peysu eftir Jennifer Steingas. Hún er nefnilega í stífri sjúkraþjálfun og ákvað þá að drífa sig í að meðan hún hafði sjúkraþjálfa til þess að koma í veg fyrir hún er í slæma þá ákvað hún að hendi eina peysu. En ég veit ekki einu svona hvaða sjala var hérna sem hún var að pæli. Ég fattaði ekki að reyna að veiða upp úr hana því ég hefði náttúrulega vissulega getið þá bara vippað því upp fyrir hana og fært henni. En ég á kannski eftir að ná að veiða, ég hef svo sem alveg grun hvað það getur verið. Þannig að það er aldrei að vita nema að gera það ekkert hjá hendinni. Nú síðan fór systir mín hinn til Bandaríkjanna að heimsækja vinkonu sína sem að býr þar og ég notaði tækifærið og lét senda á hana frá Tuft Woolens af því það er orðið svo dýrt að fá það sendt frá Bandaríkjunum. Mér finnst sápurnar, ullarsápurnar alveg geggjaðar og ég fekk mér svona grind undir sápuna til svona þotni og 3 sápur og ég nota þetta þannig að þegar ég er að nota í vatnið þá seti fyrst sjóðandi heitt vatn neðst í balan og raspa svo bara úti með svona ostaraspi eða svoleiðis eða grænmetisraspi pínlítið af sápunni og læta leysast upp í heitu vatninu og kæli svo vatni í viðeigandi hitastig áður en að ég set prjónalesið onni og ég fekk mér 3 típur Sugar Skull, Pink Grapefruit og Fresh Air og ég finn enga lykt eins og en ég veit að ég var kveflaus þegar ég fékk þær og bara alveg gott og með myndi. Ég fékk nefnilega eftir að ég pantaði frá henni þá fékk ég fullt af svona pínlitlum sínusofnum af sápunni og ég held ég sem búin að eiga það örugglega á 3. ár og ég ennþá, þetta voru held ég 5 svona lítil þunnstykki en af því að ég nota þetta með raspinu að þá endist það alveg von og viti þannig að ég á þetta örugglega ókomna tíð og ég hefði alveg getað mismi í að panta mér finnst líka handaáburðurinn og varasalinn alveg truflaður hjá þeim en ég lét þetta duga. Síðan hefur mér alltaf búið að langa lengi í svona þetta bara svona þau örugglega séð þetta. Ég er búin að vera að reyna að verða mér út þetta en alltaf, ég veit þetta hefur verið selt í storkinum en alltaf hefur þetta mist af því. En þetta er bara svona segulspjald og þetta er þægilegra en þessi hefðbundnu nú loðið það já heldur en þessi náttúrulega þegar við farum í tösku þá fer allt í rugl en af því að það er hægt að loka þessu á þess að stáli sig á einhverju ferð og setja hann í tösku þá tapar maður síður af því hvar maður er og ég fekk mér 2 svona með Starflake í þessari og eins og er ekkert í þessari og svo fekk ég mér svona gæja til þess að setja á þannig á henni þetta er svona til þess að koma í veg fyrir að lykkjurnar renni af prjónunum. Þetta er bara svona gúmmíhringur og þú veist þá er minni hætta á að lykkjurnar fljúgi af prjónunum. Og þetta er sérst fyrir grænur, fyrir stærri prjóna 4 og upp úr, eða kannski 3,5 og upp úr og svo þessi eru fyrir minni, þessi fjólblá.
þá er ég búin með það sem að var í pókanum. Ég hugsa mér þess að ég bara gerist svo almennilega að setja jafnvel svona tíma hvert er hægt að stökkva til að sleppa þessu ef að fólk hefur ekki áhuga á því. Nú síðan er ég bara búin að vera að gera fullt af töskum. Ég búin að fá helling af jólaefnum og hauskúpuefnum sem búið að vera brjálæðislega vinsælt. Þetta er restin af því. Ég veit ekki, ég á von á nokkrum típum í viðbót. Man ekki alveg, ég held að sé hundaefni í því. Og eitthvað af svona, hauskúpu dæmi, og bros kallar minni mig. Og svo er ég beitt í flíselíni og svona til þess að, og ég með sletta af töskum tilbúnum í saumöluna, vantar bara svona smottir til þess að geta klárað. En þetta er sérst ein típan. Það er ein svona samandraganlega eftir og svo bara þessar rendu hefðbundnar. Og síðan er ein svona samandraganlega jólakissu taska með grænum botni og þær eru náttúrulega allar kassalagar, fóðraðar með ljósuefni og með flísilíni til þess að styrkja þær. Og þær eru líka til með rendu. Og þetta er stærð sem tekur alveg 300-400 grömm af gagni ásamt verkefni. Að því að stækka svo þegar botnin opnast. Síðan eru hérna lammagengið. Festast jólin við jólakissunar. Og það er þessi hefðbundna stærð og svo svona minni. Og reyndar ein svona samandraganlega jólakissutaska eftir og 2 reyndar og rebbar. 2 minni og stærri típun af reyndum. Og síðan fann ég hérna gamalt stassefni sem ég kláraði. Þetta var mér sér tilsniðið og allt sko. Þetta var bara eitthvað, ég var komið svo mikið leið á þessu efni á sín tíma. Ég meika ekki að klára þessar 2. En ég búin að því núna og það eru bara ógeðslega sætar. Svo er svona bara klassískt efni, hlutlaust. Og það er ennþá til sikkur svona síðan á gaddgöngunni. Þetta er restina af því sem ég gerði fyrir gaddgönguna. Og síðan svona bara samandraganlegar með kassalega botni, bara venjulegar. Og eins og ég segi, svo er ég bara að fara að klára það sem er tilbúið í saumöluna. Bíða svo eftir nýju flíselíni og restina af efnunum og renna því í gegnum vélina og þá er ég bara orðin góð fram á næsta ár af töskubyrðum. Og núna er þetta bara allt inn á Facebook síðunni. Ég lokaði bara vefsíðunni af því að það eiginlega svaraði ekki kostnaði fyrir svona hobby seljara að vera með það í gangi og bara mér, eins og ég hef sagt á mér finnst bara samskiptinni í gegnum Facebook síðuna miklu skemmtilegri og bara einfaldara fyrir mig og vonandi ykkur líka. En já, þið bara kíkja á það ef þið hafið áhuga. Já, svo í blaðrinu og ég ætla eins og ég sagði í upphæðu þáttarins, ég ætla ekki í innan enska í daga því að nú er röddin bara, ég finna ég er alveg að fara að detta í mútur. Það er svona stutt í falsettuna inn á milli. Þannig að ég ætla ekki að kynna mig inn á nýjum leikvelli illa fyrir kölluð. En í dag ætla ég að byrja á sjala yfir ferðinni minni. Ég ætla að fara í gegnum sjölinn sem ég á hér víða hús og ákveða örlög þeirra eins og ég gerði við peysurnar mínar. Og já, hlakka bara til að skella mér í það. Nú, já, ég held að það sé bara ekkert meira í dag
og ég vona að ég verði búin að ákasta meiru í prjónaskapnum næst þegar við hittumst eftir cirka 2 vikur. Mér nú búið að takast að bladra við ykkur í 50 mínútur, sýnist mér. Og kalla það bara ágætt með að við allt, en það var náttúrulega bara þegar það var svo mikið í pókanum. En þangað til eftir 2 vikur, vá, það eru bara komin ansi langt inn í nóvember. Oh my god, time flies. Já, ég bara þangað til óska ég ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst eftir 2. Takk fyrir og bless bless.